Komið þið sæl, ég vil bjóða ykkur velkomin á 178. hund sveitarstjórnar Dalabyggðar og bjóða ykkur velkomin hér í Tjarnarlund. Það er fyrsta skipti sem við fundum á þessu kjörtímabili annars staðar en í stjórnsýsluhúsinu í Búðardal. Áður en við göngum til formlegrar dagskrár þá er lagt til að verði hér 4 mál tekin á dagskrá fundarins. Það er mál nr. 18 09 019, stofnframlag frá Dalabyggð. Það verður dagskrárliður nr. 20. Það er mál nr. 19 09 012, styrkur vegna tónlistarnáms utan Dalabyggðar. Það verður dagskrárliður 21. Svo mál 19 09 13, haustþing SSV. Það verður dagskrárliður 33. Og svo mál 19 09 15, boð á 4. haustþing Fjórðungssambands Vestfirðinga og Vestfjarðastofu. Það verður dagskrárliður 34 og röð annarra dagskrárliða breytist í samræmi við þetta. Er einhverjar athugasemdir við þessar dagskrárbreytingar? Það kveður sér eini hljóðs, þeir sem eru samþykkir þessum breytingum gefið merki. Þær eru samþykktar samhliða. Þá gangum við til formlegrar dagskrár og það er fyrsta mál dagskrár, það er Laugari Sælinsdal, staða og framtíð. En stefna Arnarlóns EHF gegn Dalabyggð, hún var lögð fram í Héraðsdómi Vesturlands 3. september síðastliðinn. Og það bárust engin tilboð eignirnar á Laugum fyrir mánaðamótin ágúst-september, líkt og var í auglýsingu. En hins vegar barst tilboð núna eignirnar í þessari viku. Og við munum ræða það tilboð undir máli 19 09 trúnaðarbók sveitarstjórnar. Einhvers vill taka til máls? Kristján? Háttvirti góðu sveitarstjórnarfulltrúar, ég vil bara bæta við sem að ekki kemur fram í inngangnum í fundargerðinni að sem sagt frá því að þessi stefna er lögð fram þá er núna 2 mánaða frestur til þess að skila greinargerð og upplýsingum þess að frá Dalabyggð, svo bara svona tímarammin sé lögsins. Fleiri sem vilja taka til máls? Einar? Háttvirtir fundarmenn. Ég fagna því sem kom fram í máli oddvita að það hafi komið tilboð til Laugar og við munum ræða það hérna á eftir. Ég held að þetta hafi líka sýnt okkur að þessi markaður er mjög sérstakur og það væri mjög gaman ef við værum í staðinn fyrir að eyða tíma í að ræða þetta. Sem sagt við værum að eyða tíma í að ræða einhverja uppbyggingu en í staðinn erum við föst með þetta mál núna inn í dómskerfinu sem er nú miður. Ég er kannski svo gömul plata en ég held nú að það mál hefði getað þróast öðruvísi ef það hefði verið tekið öðruvísi á því hjá sveitarstjórn en það er of seint að tala um það núna. En það er eiginlega alveg sama hvernig þetta mál mun fara. Einhver kostnaður mun að sjálfsögðu færast á Dalabyggð út af þessu máli og nú þegar kominn sem er óafturkræfur, til dæmis bara í formi lögfræðikostnaðar. En ég samt ennþá þannig, ég bind náttúrulega mikla vonir við að þetta muni seljast og gerir ráð fyrir núna að þetta fari bara í þetta opna ferli sem hann talaði um hér eftir, hvað sem gerist þá með þetta tilboð sem er á borðinu núna. Og eins og segi, það verður gaman að sjá hvernig sú umræða fer. Takk. Fleiri sem vilja taka til máls? Takk fyrir sér engin hljóðs, þannig að þá brestum við bara umræðum þetta mál til lokfundar. Þá er mál nr. 2 á dagskrá, það er stefnumótun í framhaldi af íbúaþingi, mál nr. 1807 002. Það liggur hér fyrir fundinum drög að stefnuskjali sem er unnið út frá niðurstöðum íbúaþings og þetta skjal við héldum vinnufund hér í sveitarstjórn í Búðardal 20. ágúst, 7. ágúst, minni það.
Og þetta skjal núna í lokafrágangi hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Einhver sem vill taka til máls undir þessum lið. Það kveður sér engin hljóðs. Þannig að þetta mál í raun bara hér til kynningar. Síðan mál nr. 3, það stefnumótun í málefnum sveitarfélaga. En það var tillaga til þingsályktunar stefnumótandi áætlun ríkisins í málefnum sveitarfélaga sem hefur verið lögð fram í samráðsgátt. Umsagnarfresturinn var til 10. september og þetta kemur úr fundargerð byggðarráðs. Byggðarráð tekur undir mikilvægi þess að efla sveitarfélagi sem stjórnsýslustig og mikilvægur þáttur í því að sveitarfélögin verði fjölmennari, meðal annars með sameiningu þeirra. Einhver sem ræða þetta mál og afgreiðslu byggðarráðs. Kristján. Til því góðir sveitarstjórnarfulltrúar, ég vildi akkurat núna þá talan í dvala. Aðeins varðandi við Þuríður sóttum auka landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga sem haldinn var síðastliðinn föstudag og þetta auka landsþing var haldið bara til þess að fjalla þessa eina mál, þess að stefnumótun, framtíðarstefnumótun fyrir sveitarfélögum. Ég tók til máls á þessu landsþingi sem kannski segja fyrst eins og hefur komið fram í fréttum, þá var niðurstaða landsþingsins nánast einróma. Það var yfirgnæfandi meirihluti sem samþykkti þessa stefnumótun sem þessi þingsályktunartillaga gengur út frá. Og eins og ég ætlaði að segja frá, og leyfði með það og auðvitað við fyrir samráð það og samráð efni innlegs að taka til máls á þessu landsþingi, þar sem aðeins benti á að Dalabyggð hefði reynslu af sameiningu. Upphaflega voru 10 sveitarfélög í því sveitarfélagi sem núna Dalabyggð. Sömuleiðis þá gerði ég grein fyrir samþykkt byggðarráðs sem oddviti las upp hérna áðan. Ég fór síðan inn í hluti sem kannski hefur sjálfsögðu ekki verið fjallað á vettvangi sveitarstjórnar, en það bara vegna þess að það var töluverð orka á þessum fundi í það að ræða tölur, annars vegar 250 sem lágmark og hins vegar 1000 sem lágmark. Og ég vildi koma því að þó svo að það sé mín skoðun að 1000 sé of lítið til lengri tíma, að því það hafði komið fram í máli formanns sambandsins að þessi 1000 væri málamiðuð, þá fannst mér mikilvægt að það kæmi fram þá byrja menn bara í málamiðuninni. Það ekki hægt að eyða allt of lengur tíma í að það hægt að rökra annars endalaust. Og ég benti líka á að í þingsályktunartillöguna væri að eina sem væri sem skýrt töluleg markmið, það snýr að þessum íbúafjölda. Það kemur þess ekkert fram í þingsályktunartillögunni störf sem eiga að flytjast út á land. Og þar hægt að vísa til fordæma frá öðrum löndum, til dæmis Danmörku, þar sem hefur bara verið sett niður ákveðin tala að það skuli flytjast svo mörg störf út á land, og ráðuneyti og stofnanir hafa skyldu að þeir þurfa að færa rök fyrir því þegar starf losnar, af hverju ekki hægt að hafa það út á land. Þannig að maður vildi sjá svoleiðis ákveðnar í þessu. Ég vísaði líka til þess að
það var ákveðin upplifun að sitja landsfund sveitarfélaga jafnréttismál sem að við þurfið sátum líka og ég hef setið þennan fund áður nokkrum sinnum sem fulltrúi frá stóru sveitarfélagi og þá svolítið upplifun þegar það að fara í gegnum allt það sem það þarf að gera, bara svona já, þetta nú hægt að gera, já, við erum að gera þetta og svo framvegis. En þegar maður situr hérna fyrir sveitarfélagi af okkar stærð, þá hugsa maður bara sko fjárið, þetta alveg rosalegir klettar sem það að fara yfir. Ég gerði líka athugasemd við það sem eru tillögur framlög jöfnunarsjóðs vegna sameiningar og þær tillögur eru ennþá til umsagnar í samráðsgátt og ég ætlaði nefnilega að leggja það til hér að byggðarráð fengi það hlutverk að skila inn umsögn þær tillögur. Þessar upplýsingar eru allar í gögnum með fundarboði en það sem svona maður staldrar við að það sveitarfélög sem eru mjög skuldug, þau fá ákveðið forskot meðan sveitarfélög sem standa vel og lítið skuldug þeim ég vil ekki segja hengt en þau eru allavega fá ekki jafn mikla meðgjöf. Og ég hef tekið samtal við starfsmenn Jöfnunarsjóðs í framhaldi af þessu og bent á þetta og þeir bara hvetja til þess að við komum með eitthvað inn og þá ég að horfa til þess að þurfi að horfa til þess hversu mikla fjárfestingar hafa verið, það þurfi líka að horfa til þess þegar sveitarfélög fara í sameiningarviðræður, hvert þjónustustigið, hver eru innviðirnir hjá mismunandi sveitarfélögum og ef innviðirnir eru minni hjá einu sveitarfélagi heldur en öðru sem að fara í sameiningarferli, þá verði Jöfnunarsjóður að koma þar með input, með framlag. Nú og síðan bara sagði ég frá að eins og ég hef stílið af viðræðum við ykkur, að líka við ræddum þetta aðeins á vinnufundinum að Dalabyggð væri opin fyrir samtali og svo að lokum þá var ég að reyna að vera svolítið fyndinn í lokin að þetta ekki tókst að sagðist til að segja að því menn höfðu töluðu svolítið á þessum fundi hvernig verður þetta í 40 ár, hvernig verður þetta í 50 ár og það hefði ekki svarað til spurningu þannig að ég sagðist til að setja fram spádóm og þó að karlar og konur í minni ætt yrðu mjög gömul þá yrði ég örugglega dauður þegar að því kæmi að maður þetta standa, en ég ætla að standa við þennan spádóm en að ég væri semst að spá því að sveitarfélögin yrðu 12 eftir 50 ár. En þetta átti að vera svona svolítið til gamans en ég veit ekki, mér fannst ekki rosalega mikið klapp eftir þetta. En það sem ég langar bara núna það sem við þurfum að hafa gát á þessi jöfnunarsjóðsframlög og ég held að við eigum, það er alltaf mjög skoðan að við eigum að passa upp á að stíla inn umsögn það af því að skoðið töfluna sem það þá til dæmis Dalabyggð að fá hlutfallslega lægri framlög heldur en mínus önnur sveitarfélög af því að skuldastaða sveitarfélagsins góð. Einar, stúpum við borðið. Ágætu fundarmenn. Ég eins og fleiri hérna, ég bara ánægður að þetta hafi farið í gegn á þessu aukaþingi hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Ég er líka mjög ánægður að heyra það að vilji Dalabyggðar orðinn skýr. Nú allavega að vita þessi sveitarfélög sem eru hérna í kringum okkur hver vilji okkar Ég hef nú töluvert svona leið alltaf hugann aðeins annað slagið þessu sameiningarmálum og við einfaldlega búum það vel að vera svona í miðjunni einhvern veginn og getum horft til margra átta í þessu og menn hafa svo sem hugsað ýmislegt. Ég held að það sem bíður okkar núna að við þurfum að fara í einhvers konar samráð við íbúana hérna og kanna hvar hugur fólks liggur í þessu
og náttúrulega nágrannasveitarfélag. Ég held að við þurfum kannski að útvíkka líka hugsunina þetta. Kannski ekkert endilega málið að sameinast einhverju einu sveitarfélagi. Kannski ef við bara horfa beint, eins og sveitarstjóri sagði, 40-50 ár fram í tímann, kannski á bara að hugsa strax að búa til eitt sveitarfélag á Vesturlandi. Það hefur alveg sína kosti og getur gert eitt stórt sveitarfélag getur haft ansi mikið afl inn í kerfið. Ég hafði aðeins rýnt í þessar tölur frá Jöfnunarsjóði og mér fannst þetta mjög ósanngjarnt. Þetta minnti mig svolítið á að þeir sem komust best út úr hruninu voru þeir sem höfðu tekið stærstu lán. Það er svona verið að hegna þeim sveitarfélögum sem hafa verið að greiða niður skuldir og verið aðhaldssöm síðustu ár. Þannig að ég held að þetta sé eitthvað sem þarf að svara mjög vel inn í þessa samráðsgátt. Og ég bara fagna því ef byggðarráð tekur það verkefni. Takk fyrir. Fleiri til að taka máls, Sigríður? Oddviti, fundarmenn. Ég ætla ekki að fara svo bratt í það að ég vil sjá kannski Vesturland sem eitt sveitarfélag og ég er nú kannski ekkert brjálæðislega hlynnt sameiningum en ég er heldur alls ekkert á móti þeim og þetta er bara raunveruleikinn og þetta þurfum við að skoða. Mér finnst þó vissulega eins og sveitarfélagum sé svolítið stillt upp við vegg og fjárframlög skert með það gulrót að aukin fjárframlög komi með sameiningu og þar sjáum við þó smá misskiptingu. Og ég hvet svo sem bara flesta að skoða líka fylgigögnin. Þetta kemur mjög skýrt fram þar. Við erum að horfa 1000 íbúa 2026. Einhver nágrannasveitarfélög okkar þurfa þó að horfa fram á sameiningu 2022. Og ég svo sem tek alveg undir það sem byggðarráð bókaði síðast. Ég var reyndar ekki á þeim fundi en vissulega er ýmis hagræðing sem verður með stærra sveitarfélagi. Það er náttúrulega fleiri sem standa bak við eins og bara sveitarstjórn og nefndir og ýmislegt hvað varðar tekjur. Og svo var nú líka gaman að sjá aukin störf við svegar landið þegar það stefnir í það. Mér finnst bara kannski fyrst og fremst að þó að við séum kannski ekki að fara á sameiningu fyrir 2026 þá er það bara fljótt að líða og mér finnst það mjög mikilvægt að við þurfum að leggja grunn að þessari vinnu. Við þurfum að vita hvað íbúarnir okkar vilja og við þurfum líka bara að vita hvaða sveitarfélög koma til greina og hafa sameiginlegan áhuga á hagsmuni. Og mér finnst til þetta mjög mikilvægt að fara í þessa vinnu núna því að það er ekkert gaman kannski verið að byrja 2022 algjörlega á grunni ný sveitarstjórn. Og bara í lokin, já, ég hvet alltaf til að skoða þessi fylgiskjöl og það er svo sem bara gaman að fara yfir þetta betur í byggðarráði. Takk fyrir. Fleiri sem vilja taka til máls? Ég ætla aðeins að leggja hér orðið varðandi þetta mál en mín skoðun hefur verið svo að ég tel að við þurfum sameiningu, ég veit ekkert hvert. Ég horfi svolítið til þess og mun fylgjast með hvernig niðurstaðan verður austur á landi af sameiningarviðræðum sem eru í gangi þar, sem eru mörg mjög landfræðilega stór sveitarfélög að huga sameiningu eitt stórt sveitarfélag. Í grunninn snýst þetta kannski svolítið það að stóru málin þurfi að vera innan eins sveitarfélags en það er líka ákveðin hugmyndafræði það að það sé einhvers valdheima í hverju héraði eða svokallaðar héraðsnefndir. Kannski þetta upphafið þegar það var aftur til gamla skipulagsins ef að Kristján var í samspor og það verið 12 sveitarfélög og 202 héraðsnefndir á landinu. En það er, ég get líka upplýst hér og þá fyrir þá sem horfa á þessu upptöku að það hefur staðið fyrir núna í svolítið tíma að oddvitar allavega hér Dalabyggðar, Reykhólahrepps og Strandabyggðar og Kaldranavatnshrepps og Árneshrepps ætla að eiga samtal eða funda samstarf. Kannski ber þetta mál þar að koma en það er allavega umræðan, það er fyrirhugaður fundur og
þetta samtal kannski upphafið af upplöður. En ég get líka tekið undir með Einari, það líka gott að kanna kannski hver hugur íbúanna hérna hvert menn í hvað átt menn vilja fara. Við erum landfræðilega vel staðsett, við eigum kannski líka einhverja hagsmuni gæta að vera með Vesturlandi eða í einhverjar aðrar áttir, kannski viljum við samanast út á Snæfellsnes eða Snæfellingar vilja fá okkur eða norður í land, Húnavatnssýslur eða allan Breiðafjörðinn, Vesturbyggð. Þetta kemur allt saman í ljós. En það er þó ekki bara tillagan sem að liggur hér fyrir svo að vísa, varstu með spil? Nei, bara, Vísa málinu eða við byggðarráðsvari erindinu varðandi jöfnunarsjóð. Þessum einhver sem vil ræða þessa tillögu. Þessum eru þá samþykkið því að byggðarráð taki til umfjöllunarsvar varðandi framleiðum frá jöfnunarsjóð til sameininga gefimerki. Hún er samþykkt samhliða. Þá er næsta mál dagskrá, það er mál nr. 4, það eru bólusetningar, skilyrði fyrir innritun í leikskóla, mál nr. 19.03.020. Þetta er í raun framhald af máli sem byrjaði í apríl á 174. fundi sveitarstjórnar og hefur farið fyrir fræðslunefnd og félagsmálanefnd og persónuverndar. Einhver sem vill ræða þetta mál sérstaklega fyrir þér. Oddviti og fundarmenn, ég fagna því að þetta mál hafi fengið umfjöllun og athygli. Í tillögu minni lagði ég til að henni yrði vísað til umræðu í fræðslunefnd, félagsmálanefnd og til umsagnar persónuverndarfulltrúa. Nú hefur sú umræða farið fram og í ljósi niðurstaða nefnda og umsagnar persónuverndarfulltrúa dregið tillöguna til baka. Ég legg hins vegar til við sveitarstjórn að taka undir niðurstöðu fræðslunefndar og félagsmálanefndar mikilvægi bólusetninga og fræðslu þær. Takk fyrir. Fleiri sem vilja ræða þetta mál? Og virðist ekki vera. Þetta var ekki bókun frá þér? Jú, þetta er bókun. Bókun frá fyrir. Þá er mál nr. 5, það er áætlun móttöku úrgangs og farmleyfa frá skipum, mál nr. 18.06.036. Þetta er fundargerð byggðarráðs á 29. ágúst. Og það sem byggðarráð leggur til að sveitarstjórn staðfesti áætlanir fyrir Búðardalshöfn og Skarðsstöð móttöku og meðhöndlun úrgangs frá skipum. Það sem byggðarráð er hafnarstjórn. Einhverju sem vilja ræða þessa tillögu sérstaklega. Kveður sér engin hljóðs, þá er hér tillaga bara að byggðarráð staðfesti. Þá er hér bara tillaga að sveitarstjórn staðfesti tillögu byggðarráðs varðandi þetta mál. Einhverju sem vilja ræða það. Þetta er svona hljóðs, þeir sem eru samþykkir gefimerki. Það er samþykkt samhljóða, það er enginn á móti. Þá er hér mál nr. 6, það er umsagnarbeiðni tækifærisleyfi vegna sviðaveislu, hagyrðinga og dansleiks. Það er umsagnarbeiðni frá sýslumannum á Vesturlandi og umsókn félags sauðfjárbænda vegna tækifærisleyfis fyrir haustfagnað. Hvernig vilja ræða þetta? Ragnar. Oddviti og fundarmenn. Það er stjórn félags sauðfjárbænda sem sækir þetta leyfi. Ég er gift einum úr stjórninni og ég ætla að víkja á fundi og meðan við afgreiðum. Fleiri sem vilja ræða þetta mál? Það kveður sér engin hljóðs, en það liggur hér fyrir tillaga þess efnis að sveitarstjórn geri ekki athugasemd við útgáfu tækifærisleyfis. Þessum vilja ræða þetta tillögu. Þessum er samþykkir fyrir tillögu. Hún er samþykkt samhliða. Hún er með öllum greiddum atkvæðum og Ragnheiði óhætt að koma aftur inn á fund. Þá er mál nr. 7 á dagskrá, það er umsókn stofnun lóðar, það er Nýpur á Skarðsströnd. Þetta er mál frá fundi umhverfis- og skipulagsnefndar, þar sem óskað er eftir leyfi til að stofna lóðina Nýpur 1. Það er að ræða lóð fyrir ferðaþjónustu og nýstofnaða lóðin þá tekin úr landbúnaðarnotkun og lögbýlarétturinn mun áfram fylgja landnúmerinu 13789. Og umhverfis- og skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við erindið. Einhverju sem vilja ræða þetta mál sérstaklega?
Atkvæði sér engin hljóðs. Þá bara hér tillaga að sveitarstjórn staðfesti ákvörðun umhverfis- og skipulagsnefndar. Þeir sem eru samþykkir þeirri tillögu gefi merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá hér mál nr. 8. Það eru reglur skreytingar og skilti í Búðardal. Þetta einnig frá fundi umhverfis- og skipulagsnefndar. Og það umhverfis- og skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að skipulagsfulltrúa verði falið að gera drög að reglum uppsetningu skreytinga og auglýsingaskilta utan lóða í þéttbýlinu í Búðardal. Einhverju sem vilja ræða þessa tillögu umhverfis- og skipulagsnefndar. Það kveður sér engin hljóðs. Þeir sem geta samþykkt þessa tillögu að skipulagsfulltrúi geri drög að þessum reglum gefi merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá mál nr. 9. Það val á verktaka vegna aðalskipulagsvinnu. Það einnig kemur út frá fundi umhverfis- og skipulagsnefndar. Það liggur hér fyrir verklýsing vegna fyrirhugaðs vöruútboðs. Einhverju sem vilja ræða þetta mál sérstaklega? Það kveður sér engin hljóðs. Þá hér tillaga að sveitarstjórn feli sveitarstjóra að láta fara fram vöruútboð vegna vinnu við endurskoðun á aðalskipulagi. Einhverju sem vilja ræða þá tillögu? Það kveður sér engin hljóðs. Þeir sem eru samþykkir þessari tillögu gefi merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá næst mál nr. 10. Það tillaga að hætta áramótabrennu og flugeldasýningu. En þetta kom bæði fyrir fund byggðarráðs sem vísaði til umhverfis- og skipulagsnefndar og umhverfis- og skipulagsnefnd upphaflega kemur erindi frá Svavari Garðarssyni en umhverfis- og skipulagsnefnd hún leggur til við sveitarstjórn að erindinu verði hafnað en nefndin leggur hins vegar til að gerðar verði verklagsreglur varðandi eftirlit og frágang með brennu. Einhverjir vilja ræða þetta mál sérstaklega? Kveður sér engin hljóðs. Þá hér bara tillaga að sveitarstjórn staðfesti ákvörðun umhverfis- og skipulagsnefndar. Þeir sem eru samþykkir henni gefi merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá mál nr. 11. Það Ægisbraut 9 umsókn byggingarlóð. Þetta mál kom fyrst fyrir byggðarráð og var vísað til umhverfis- og skipulagsnefndar. Og umhverfis- og skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að sveitarstjórn samþykki erindið og stofnun lóðarinnar fari í lögbundið grenndarkynningarferli. Einhverju sem vilja ræða þessa tillögu? Það kveður sér engin hljóðs. Þá bara hér tillaga að sveitarstjórn staðfesti ákvörðun umhverfis- og skipulagsnefndar að stofnun lóðarinnar fari í lögbundið grenndarkynningarferli. Þeir sem eru samþykkir henni gefi merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá hér næst mál nr. 12. Það umsókn byggingarleyfi. Það breyting. Það Dalakot í Hörðudal. Þess sem sótt breytingu á sumarhúsi í íbúðarhús. Og var tekið fyrir hjá umhverfis- og skipulagsnefnd síðasta föstudag. Einhverju sem vilja ræða þetta mál sérstaklega? Kristján? Oddviti, sveitarstjórnarfulltrúar. Það sem að ég nefni varðandi þennan lið á í sjálfsög við næstu 2 liði þarna á eftir. Þarna að ræða 3 mál þar sem við ætlum til að koma að ræða það að breyta orlofshúsi í íbúðarhús. Sem að þessi breyting forsenda fyrir því að það sé hægt að skrá lögheimili í þessum húsum og það sjálfsög bara hið jákvæðasta mál og Bjarni vilja bara sjá það gerast, fá fleiri íbúa með lögheimili í sveitarfélagið. Það sem að umhverfis- og skipulagsnefnd fjallaði var þau skoðuðu annars vegar hvort það væri til staðar deiliskipulag fyrir þessi 3 svæði. Ef það hefði verið deiliskipulag að þetta væri orlofshús og lóð samkvæmt deiliskipulagi
þá hefur þurft að fara í deiliskipulagsbreytingu. Svo er ekki. Þar af leiðandi gerði nefndin ekki athugasemd við erindið. Hins vegar við frekari skoðun þá geta verið í tilvikum og fyrir því eru fordæmi frá öðrum sveitarfélögum þar sem er verið að breyta orlofshúsi í heilsárshús. Það getur haft áhrif á umhverfið, þar sem á landeigendur í nágrenninu. Þannig að getur orðið til þess að mögulega, ef að segjum við svo, að veit ég ekki hvort að það á við nokkur staðar þarna. En þetta dæmi sem ég er með í huga var á Suðurlandi þar sem að landeigandi hafði, það voru orlofshús í grenndinni og þar af leiðandi var það talið truflandi og mögulega bætur sem að eigendur annar orlofshúsa ættu rétt á ef að einu af húsunum væri breytt í íbúðarhús. Það er ýmislegt sem að tengist heilsársbúsetu sem að á ekki við orlofshús, eins og til dæmis vatnsöflun, væntanlega í framtíðinni sorpþjónusta, það getur komið til varðandi skólaakstur og fleira sem er mismunandi. En fyrst og fremst út af umhverfinu þá er það niðurstaðan eftir mitt samtal við skipulagsfulltrúa og formann umhverfis- og skipulagsnefndar. Þeir hafa líka tekið samtal við byggingafulltrúa að það sé til þess að tryggja að sé nú farið á öllum ferlum að þá sé rétt að það fari fram grenndarkynning þessar ákvarðanir áður en að það er tekið nefndalega ákvörðun. Þannig að þar af leiðandi er það tillaga að sveitarstjórn feli skipulagsfulltrúa að grenndarkynna breytinguna áður en að hún er tekin til afgreiðslu í sveitarstjórn. Grenndarkynning þarf ekki að taka mjög langan tíma, en það er sama nálgun þá á öll þrjú til að gæta jafnræðis og væntanlega flýgur þetta svo bara í gegn. Fleiri sem vilja taka til máls? Sigríður? Mér langaði, oddviti, fundarmenn, mér langaði aðeins að tala einmitt bara almenn eðlis þessi þrjú hús og þessi þrjú mál hérna, 12, 13 og 14. Mér finnst bara frábært að fólk sjái hag og heilsársbúsetu og fólk geti það breytt húsinu sínum mögulega í þannig að heilsárshús, þannig að það geti hvert lögheimili sitt. Það er töluvert af svona eignum og jörðum í Dalabyggð og ég bind vonir við það að til að mynda ljósleiðari og svo ég tala ekki ef að vegasamgöngur geta batnað, að það muni bara hjálpa til að fleiri sjá sér hag í að flytja hingað. En annars þá vildi ég svo sem bara fagna þessu. En svo ætla ég líka að láta vita að undir lið 14, sem er eitt af þessum álíka málum, þá er það umsókn frá Hrafnagili Haukadal, þess að hús tengdamóður minnar og hennar eiginmanns, þannig að ég mun víkja þar. Takk. Fleiri sem vilja taka til máls? Þá liggur hér fyrir tillaga að sveitarstjórn feli skipulagsfulltrúa að grenndarkynna breytinguna áður en tillagan kemur til afgreiðslu. Þeir sem eru samþykkir þessari tillögu gefið merki. Hún er samþykkt samhliða. Þá er næst mál nr. 13. Það er svipað mál, það er umsókn breyting á notkun sumarhúss í íbúðarhús, það eru Bergstaðir í Haukadal. Og það liggur þá fyrir tillaga að sveitarstjórn feli skipulagsfulltrúa að grenndarkynna breytinguna áður en tillagan kemur til afgreiðslu. Einhver sem vill ræða það mál sérstaklega. Það kveður sér engin hljóðs. Þeir sem eru samþykkir þeirri tillögu gefið merki. Hún er samþykkt samhliða og víkur Sigríður á fundi. Næst er mál nr. 14, það er breyting á notkun sumarhúss. Það er Hrafnagil í Haukadal.
og sveitarstjórn velur skipulagsfulltrúa að grenndarkynna breytinguna áður en tillagan kemur til afgreiðslu. Við skulum ræða þá tillögu sérstaklega. Atkvæði svo ringi hljóðs. Þeir sem eru samþykkir þeirri tillögu gefa merki. Hún er samþykkt samhliða. Sigríður má koma inn á fund aftur. Þá er næst mál á dagskrá og það er mál nr. 15, það er deiliskipulag Hvammar. En þetta er mál sem kemur frá umhverfis- og skipulagsnefnd og einhverjum vilja ræða það mál sérstaklega. Það liggur hér fyrir tillaga að deiliskipulagið hefur farið í gegnum lögbundið auglýsingarferli og grenndarkynningu og sveitarstjórn samþykkir skipulagið og felur skipulagsfulltrúa að senda deiliskipulagið til afgreiðslu Skipulagsstofnunar. Einhverjum vilja ræða þessa tillögu sérstaklega. Hljóðs er engi hljóðs, þeir sem samþykkir tillögunni gefa merki. Hún er samþykkt samhliða. Þá er næst mál nr. 16, það er deiliskipulag við Borgarbraut. Umhverfis- og skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn og skipulagsfulltrúa verði falið að endurauglýsa deiliskipulagstillögu Borgarbrautar í Búðardal samkvæmt lögbundnu auglýsingaferli. Ég vil ræða þetta mál sérstaklega. Þá liggur ég fyrir tillaga að skipulagstillaga vegna Borgarbrautar verði endurauglýst samkvæmt lögbundnu auglýsingaferli. Einhver sem vil ræða alltaf tillögu sérstaklega. Þeir sem eru samþykkir tillögunni gefa merki. Hún er samþykkt samhliða. Þá er mál nr. 17, það er Gildurbrekkur í Hörðardal, deiliskipulag. Umhverfis- og skipulagsnefnd lagði til við sveitarstjórn að skipulagsfulltrúa verði falið að endurauglýsa deiliskipulagstillöguna samkvæmt lögbundnu auglýsingaferli hefur öll uppfærð skipulagsgögn hafa legið fyrir. En gögnin hafa ekki borist og það er ekki fresta málinu hérna. Þessum er samþykkið því að málinu sé frestað. Það er samþykkt. Þá er næst mál nr. 18, það er fræðslu- og umræðuþing og framtíð Breiðafjarðar. Þetta er erindi frá Breiðafjarðarnefnd tilnefningu 2 fulltrúa á fræðslu- og umræðuþing sem verður haldið 23. október hér í Tjarnarnesi. Einhverjum sem vilja ræða þetta mál sérstaklega. Ég ætla svona aðeins að taka hér til máls en ég á sæti í Breiðafjarðarnefnd sem fulltrúi Dalabyggðar í nefndinni. Það er búið að standa til nokkuð lengi að halda þetta fræðsluþing. Varðandi verða þarna nokkur fræðslu erindi og svo umræður það hvernig hægt sé að styrkja verndarsvæðið Breiðafjörð í heild sinni. Og á þetta umræðuþing eru boðaðir fulltrúar allra sveitarfélaga sem eiga aðild að Breiðafjarðarnefnd. Og það er óskað eftir því í gögnum að Dalabyggð tilnefni 2 fulltrúa til að sitja þingið. En við þurfum svo sem ekki að ákveða okkur hér og nú hverjir fara á þingið. Við getum ákveðið það á næsta sveitarstjórnarfundi. Einhverjir fleiri sem vilja ræða þetta mál? Við leggjum til að við frestum afgreiðslu á þessu máli til næsta sveitarstjórnarfundar og tilnefnum á þingið þá. Þá er næst mál nr. 19, það er líkamsræktaraðstaða í Dalabyggð. Þetta er mál sem kemur frá byggðarráði. Hvers vil ræða þetta mál sérstaklega? Kristján? Oddviti og nefndarmenn, málið kemur hér inn á dagskrá þar sem ég vissi að það væri sem von á erindi frá Óla Pá eins og var niðurstaðan á fundi byggðarráðs. Staðan varðandi líkamsræktaraðstöðuna er í stuttu máli sú að það er sjálfu sér, það er ekki búið að ganga frá endanlegum kaupsamningi vegna núverandi húsnæðis en það er hins vegar liggur fyrir samkomulag að umsölu. Það liggur fyrir að
þar sem það liggur fyrir þá náttúrulega kaupandinn kominn í þá stöðu að hafa ákveðin áform varðandi húsnæði og þar af leiðandi eðlilega vill geta tekið það í notkun fyrir sína starfsemi sem fyrst. Það hefur verið þetta samtal við Ólaf Pá og þau hafa verið að skoða möguleika mjög virt núna og mjög gott starf sem hefur farið þar fram núna alveg undanfarnar vikur varðandi þetta. Við skoðuðum möguleika á að taka hluta eða þess að kjallarann, ónotaðan kjallara í stjórnsýsluhúsinu í notkun fyrir þetta. Það því miður ansi dýr framkvæmd, meðal annars vegna þess að kjallarinn svo neðarlega að þegar þar þyrfti að setja sturtur og klósetta fyrir svona sal þá verður að setja dælubúnað og fleira sem að spara bara það hleypur kostnað upp 2 milljónir samkvæmt áætlun. Það sem að Óli Pá hefur verið að skoða, þau hafa verið að skoða það að kaupa eða byggja yfir líkamsræktarstöð og ég veit að þau eru búin að skoða það mjög ítarlega. Ég veit að þau sjá alveg fram á það að fjárfesta í húsnæði, það gengur upp. En hins vegar þarf að leggja töluvert fé í að standsetja húsnæði, koma því þann farveg að það virki sem líkamsræktarstöð og það það sem að þau eru með þessu erindi að óska eftir gagnvart sveitarfélagi að sveitarfélagið komi til liðs við þau varðandi það. Auk þess sem að þeir benda á að Auðarskóli geti nýtt húsnæði til íþróttakennslu og þá náttúrulega þetta koma til greiðsla fyrir það. Og húsnæði sem þau eru að horfa á miklu betur staðsett nær skólanum á jarðhæð og svo framvegis, þannig að við erum að tala allt annan hlut heldur en búið við í dag. Þannig að það er bara mikilvægt að það liggi fyrir, minnst mjög fljótlega, ákveðin stefna það hvert skuli halda í þessu máli. Fleiri, sem taka þess. Þetta ágætu fundarmenn. Ég er sammála sveitarstjóra að það í raun og veru orðið löngu tímabært að það þurfa að fara að komast einhver alvöru niðurstaða í þetta mál og ég bara fegin að að við tölum þetta núna og það er kannski ágætt að fólk segi bara einfaldlega hvað því finnst. Ég fagna því að Óli Pá skuli núna taka ákveðið frumkvæði í þessu máli og virðist spýta svolítið hressilega í lófana núna. Ég held að sé alveg ljóst að sveitarfélagið verður að koma að þessu og ég held að ætti að koma að þessu með myndarlegum hætti. Það eru fordæmi fyrir því sveitarfélagið hefur styrkt bara sem dæmi hestamannafélagið fleiri milljónir fyrir þá til að koma yfir þá húsnæði með reiðhöllinni sem síðan hefur nýst ekki bara hestamönnum. En ég held að því fyrr sem við klárum þetta, því fyrr getur grasrótinni farið þá og klára þetta dæmi. Það breytir því ekki að ég lít samt sem þannig á að sveitarfélag okkar stærð, það gríðarlega þungt fyrir félag eins og Óla Pá og jafnvel þá önnur félag með þeim að ætla að standa í svona ein.
En eins og ég ítreka bara það sem ég sagði á hann, ég fagna því að það sé komið ákveðið frumkvæði frá þeim núna og ég held bara að það sé bráðnauðsynlegt að við styðjum bara vel við það. Ég held að mér finnst líka leiðilegt að þetta hafi ekki rúmast í húsnæði sveitarfélagsins, en ég er nú ekki meira tillögu í þessu. Ég var nú bara að heyra þessu sjálfur fyrst núna bara í gær, hvernig þetta frumkvæði frá Óla Pá. En ég geri nú einfaldlega bara ráð fyrir því, svona í ljósi þess hvernig aðrir aðilar hafa notið stuðning sveitarfélagsins að þetta muni fara í rauninu svipaðan farveg. Takk. Svo vil ég taka til máls. Skúli. Oddviti, sveitarstjórnarmenn, ég vil nú fagna því líka að sé komið erindi frá Óla Pá, varðandi þetta erindi. Og það kom kannski vegna þess að á síðasta byggðarfundi þá kallaði ég eftir því að það hefði ekki komið erindi frá Óla Pá. Heldur hefði verið að reyna að mata þá á einhverju sem að við vissum ekki hvað þeir voru að hugsa. Þannig að þá bað ég lagði til að þeir kæmu með eitthvað erindi sem ég fagna að sé komið núna. Og ég sagði þeim líka þá að ég skyldi styðja því að það kæmi einhver góð aðstaða. Og ég ætla bara að standa við það. Ég skal reyna að berjast fyrir því með þeim að komi einhver góð aðstaða því við höfum ekkert annað að bjóða upp á. Og þetta er bara, ég sé þetta kannski 30% af heiminum. Sá einstað sem að að nýta þessa aðstöðu og þá er það bara gott mál. Þannig að við ættum kannski bara einhenda okkur í að reyna að gera eitthvað í þessu. Takk. Svo vil ég taka til máls. Það er Kristján. Það er, ég vil bara bæta því við að ef við horfum á þetta út frá rekstri og kostnaði fyrir sveitarfélagið, þá er þessi niðurstaða að vinna þetta svona með Óla Pá og styrkja þau alltaf og mun hagstæðir líka fyrir sveitarfélagið, fyrir utan það að ég tek undir það mjög sterkt sem ég var sagt með að þessi virkni úr grasrótinni er náttúrulega afskaplega jákvæð. Það er bara ekki hægt að hafa, mann langar að hafa mjög sterk orð það. En ég get nefnt, við vorum með varðandi það að breyta þessu húsnæði í stjórnsýsluhúsinu með það að þetta yrði fullbúin, eða það að segja aðstæðan yrði þar í lagi fyrir líkamsræktarsal. Þá vorum við ekki vera að leggja inn einar ekki flott, bara svona frekar hraðan sal, og við vorum ekki að reikna inn í breytingar sem við hvað sem erum að gera núna þegar það kemur lyfta í húsið og verður hvað sem opnað inn í þetta rými og kostar. En það hefði kostað það byrja 14 milljónir sú breyting. Að vísu hefði Óli Pá örugglega getað komið inn og unnið töluvert sjálfboðið og lækkað þann kostnað. En það er samt sem áður hefði aldrei farið niður fyrir þessi 10 milljónir eitthvað slíkt. Við erum því miður ekki komin með ákveðna upphæð á áætlun á það hvað það mun kosta að gera þær breytingar sem þarf. En ég leyfi mér að fullyrða að sem nokkuð vissum að sá kostnaður liggur á milli 3–4 milljónir. Það hefur tækni maðurinn okkar sagt að 4 eru algjört max. Vonandi, það er náttúrulega leitað vantarlega lausna að gera svona hlut sem
hagkvæmastan, en einhvers staðar þarna liggur kostnaður vantilega og þá er það fyrir utan það sem að væri kaupverð á húsinu sem að, eins og ég sagði áðan, þau hafa sagt hjá Óla Pá að það sé eitthvað sem að þau bara geti leyst. Fleiri sem vilja taka til máls? Það er engin formleg tillaga þetta mál sem liggur fyrir þessum fundi, heldur ekki bara frestast umræðan þetta mál til næsta sveitarstjórnarfundar. Það er komið að taka ákvörðun. Kristján. Háttvirti fundarmenn, ég vil kannski leggja til að þessari tillögu yrði vísað til byggðarráðs eða umfjöllun málið yrði aftur vísað til byggðarráðs sem að gæti þá tekið áframhaldandi samtal við Óla Pá og jafnframt eins og hefur komið fram í fundarboði sem að ég sendi til ykkar í gær í samráði við formann byggðarráðs að byggðarráð verður með á fimmtudaginn í næstu viku vinnufund fjárhagsáætlun og sá fundur honum ætlað að vera vinnufundur þannig að ef að aðrir sveitarstjórnarmenn en þeir sem eiga sæti í byggðarráði eiga heimagengt að mæta á þannig fund að þá er mjög mikilvægt að þeir geri það. Þá væri líka hægt að taka umræðu þetta vegna sem þá umræðan tekin líka í tengslu við fjármál. Þannig að ég legg til að umfjöllun þetta mál verði vísað til byggðarráðs. Þá liggur þeirri tillaga að vísa þessu máli líka skattræðstöðu dvalarbyggð til byggðarráðs. Einhvers vill ræða það tillögu? Þeir sem eru samþykkir tillögunni gefa merki. Hún er samþykkt samhliða. Þá er næsta mál á dagskrá, það er mál nr. 20, stofnframlag frá Dalabyggð. Þetta er í raun tillaga breytt orðalag og afgreiðslu stofnframlag sem samþykkt var á fundi sveitarstjórnar þann 9. maí síðastliðinn. Í stað þess að 2.949.014 krónur verði greitt með eftirgjöf gjalda þá verði 2.838.014 krónur. Og í stað þess að greiðsla Dalabyggðar til húsnæðis sjálfseignarstofnunar verði 6.985.841 krónur þá verði hún 7.087.841. Einnig bætist við orðalagið með beinu fjárframlagi inn í síðari setninguna. Það liggur í raun og veru tillaga að Dalabyggð veitir 12% stofnframlag á vegum óstofnaðrar húsnæðis sjálfseignarstofnunar. Króna 2.838.014 verði greiddar með eftirgjöf gatnagerðargjalda og annarra gjaldar vegna húsbygginga sem sveitarfélagið leggur á. Nú stoppaði ég í verði greiddar með eftirgjöf gatnagerðargjalda og annarra gjalda vegna húsbygginga sem sveitarfélagið leggur á. Krónur 7.087.841 verða greiddar með beinu fjárframlagi til húsnæðis sjálfseignarstofnunar í samræmi við þau lög sem það gilda. Einhverju sem vilja ræða þessa tillögu sérstaklega? Kristján? Háttvirti góðir fundarmenn, sjálfs ekki spurningum að ræða tillöguna. Ég vildi bara útskýra að þetta kemur hér inn af því að Íbúðalánasjóður sem er að klára sína vinnu varðandi þessi stofnframlög, þeir vildu bara fá orðalagið nákvæmara og skýrara með þessum hætti. Upphæðin sem að er að ræða, samtals í eftirgjöf og beinu fjárframlagi er svona nokkurn eins og sama, en það eru bara því að samþykkt sveitarstjórnar hún var mjög nákvæm upp á krónu, þá þarf bókunin sem að við sendum núna sem að Íbúðalánasjóður vinnur eftir að vera, við þurfum að breyta henni þannig að hún verði jafn nákvæm upp á krónu miðað við bara þessar breytta forsendur en fjárhagslega lítur þetta út nánast eins. Fleiri sem vilja taka til máls? Þeir sem eru samþykkir tillögunni gefa merki. Hún er samþykkt samhliða.
Þá næst mál nr. 21, það er styrkur vegna tónlistarnáms utan sveitarfélaga, mál nr. 1909-012. Það hefur borist erindi þar sem óskað er eftir því að Dalabyggð taki þátt í kostnaði við tónlistarnám nema við tónlistarskólann á Akranesi. En samkvæmt samkomulagi ríkis og sveitarfélaga eflingu tónlistarnáms frá 2011 leggur ríkið fram fjármagn til tónlistarnám á framhaldsskólastigi en kennsla á grunnstigi er á höndum sveitarfélaga. Jöfnunarsjóði sveitarfélaga er heimilt að veita sveitarfélögum framlög vegna nemenda sem þurfa gildum ástæðum að sækja tónlistarskóla utan síns sveitarfélags sem það liggi fyrir staðfesting á að námi verði metið til eininga framhaldsskóla. Og vegna persónuverndar þá myndu umræður þetta mál fara fram undir málsnúmerið 190909 trúnaðarlög sveitarstjórnar. Þannig að við í raun frestum umræður þetta mál þangað til þar undir. Þá er næst mál nr. 22, það eru fjallskil 2019, en það liggur hér fyrir í fundargögnum álagning fjallskila og fundargerðir fjallskilanefnda í Dalabyggð. Við vilja ræða fjallskil 2019. Það kveður sér engin hljóðs. Það var hér tillaga að sveitarstjórn staðfesti fundargerðir og álagningu fjallskila á fjallskilanefndum í sveitarfélaginu. Við sem vilja ræða það tillögu sérstaklega. Það kveður sér engin hljóðs, þeir sem samþykkir tillögunni gefur merki. Hún er samþykkt samhliða. Þá næst eru fundargerðir til afgreiðslu. Það er fyrst fundargerð mál nr. 23, það er fundargerð félagsmálanefndar Dalabyggðar. Einhver sem vill ræða þá fundargerð sérstaklega. Það kveður sér engin hljóðs. Þeir sem samþykkir fundargerð félagsmálanefndar gefur merki. Hún er samþykkt samhliða. Þá er næst fundargerð byggðarráðs Dalabyggðar, mál nr. 24, einhverju sem vilja ræða fundargerð byggðarráðs sérstaklega. Það kveður sér engin hljóðs, þeir sem samþykkir fundargerðinni. Hún er samþykkt samhliða. Þá er næst fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar. Við erum búin að afgreiða nokkuð mörg mál fyrir fundargerð áður hérna á fundinum. Við skulum ræða þessa fundargerð sérstaklega. Það kveður sér engin hljóðs, þeir sem geta staðfest fundargerðina gefur merki. Hún er samþykkt samhliða. Svo eru hér til fundargerðir til kynningar. Það er fyrst fundargerð Dalagistingar EHF, fundargerð og símafundur í síðustu viku. Einhver sem vill ræða hana. Það kveður sér engin hljóðs. Og mál nr. 27, það er Dalaveitur, það er fundargerðir stjórnar. Við vilja ræða þessar fundargerðir. Kveður sér engin hljóðs. Svo eru hér mál til kynningar, það er fjárhagsáætlun 2020-2023. Einhver sem vill ræða það sérstaklega. Það kveður sér engin hljóðs. Svo er hér til kynningar, það eru dagsetningar funda veturinn 2019 til 2020. Það er búið að uppfæra skjalið sem var til afgreiðslu á síðasta fundi. Það voru að ræða það sérstaklega. Einar. Ágæti fundarmenn, bara örstutt, bara endurtaka það, ég fagna því að það sé komið svona fundarplan, en kannski bara benda á að skoða kannski að færa aukafund sveitarstjórnar af vetrarfrí Auðaskóla og svo held ég að við ættum á næsta sveitarstjórnarfundi að vera búin að skoða það að boða til íbúafundar á milli fyrstu og annarrar umræðu fjárhagsáætlun í haust. Ég held að það veri mjög vel til fundið. Takk. Fleiri sem vilja taka til máls? Það kveður sér engin hljóðs. Á mál nr. 30, það er til kynningar iðnaðarsvæði fyrir Vindlund í Sólhlöfum. Hún kemur úr fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar. Einhver vill ræða það? Kristján?
oddviti, sveitarstjórnarfulltrúar. Ég vildi gjarnan koma því á framfæri og það gildir raunverulega líka með leyfi oddvita að þurfti að tala mál 31 líka. Þessi tvö verkefni, vindorkuverkefni sem eru til skoðunar hér í Dalabyggð. Það þannig að það gætir svona ákveðinnar óþreyju hjá þeim sem eru að vinna þessi verkefni og ég hef átt samtal við hluta þeirra. Nú eins og kemur fram ávarandi lið 31 þá var forsvarsmönnum Stormorku boðið á fund umhverfis- og skipulagsnefndar til þess að gera grein fyrir sínum sjónarmiðum. Þeir höfðu sent bréf til sveitarstjórnar sem í gögnunum þar sem kemur einmitt fram að þeir telja að það liggi á að afgreiða málið. Ég held að það sé eins og umhverfis- og skipulagsnefnd segir hér að held ég geti verið gagnlegt að taka samtalið við þessa aðila á það. Ég veit að það er ekki auðvelt á þessum tíma núna að ná fundum sveitarstjórnar saman og ég held að það sé ekkert endilega þörf á því en ég held hins vegar að það gæti verið góð leið að það væru einhverjir tilteknir fulltrúar sveitarstjórnar sem fengi það hlutverk ásamt mér að tala við þessa aðila og þá finnst mér reyndar hægt að tala við þá sem standa fyrir hagsmunir.is líka og það væri þá hægt að setja þá fundi niður en hins vegar að boða þá til allra sveitarstjórnarmanna þannig að þeir sveitarstjórnarmenn sem hefur kannski ekki fengið þetta hlutverk per se en sem gætu myndu þá mæta og taka þátt í þessu samtali. Ég held að mér skilst það að því miður að þá gat ég ekki verið á þessum fundi umhverfis- og skipulagsnefndar síðastliðinn föstudag, þetta aukalandsþinginu, en mér skilst að þetta hafi verið gott samtal og nefndin mat það þannig að það væri gott að þetta samtal gæti verið tekið áfram og sem ég held að það eigi við bæði þessi verkefni. Fleiri sem vilja taka til máls? Einar? Oddviti, ágætu fundarmenn, eins og oft á fundunum þá ég alveg sammála því sem sveitarstjóri er nýbúinn að segja. Ég held að við eigum endilega að boða alla þessa aðila og við eigum að þeir sem geta að hitta þá. Og við erum svona fundist að stundum og kannski er það vitlaust hjá mér, við mættum kannski vera svona með skýrari afstöðu sveitarstjórnar svona út á við. Og ég held að allt sem við gerum í þessu, ef það hjálpar báðum þessum aðilum í þessu ferli og við fengum það nú svona upplýst á fundunum með Landsnet áðan að þetta flókið ferli, þetta er langt, þetta er háð aðkomu ríkisins líka og allt sem við gerum sem liðkar fyrir þeim, við erum ennþá á þeim tímapunkti að hlutirnir sem við erum að samþykkja, hvort sem það að breyta hluta af þessum jörðum í iðnaðarsvæði, ef þessi mál síðan falla, þetta allt eitthvað sem afturkræft, ef ég skil þetta rétt, ef þetta dettur síðan sjálft sig. Og ég held að sé samt mjög gott að komi fram líka hér að það voru mjög ánægjulegar fréttir sem birtust í fjölmiðlum í dag. Þess efnis að Landsnet ætli að flýta undirbúningi á uppbyggingu á háspennulínu úr Hvalfirði og í Hrútafirði að nágrenni
ég held að þetta gefi öllum þessum aðilum svona byr undir vænginn og hjálpi þeim í næstu skrefum. En ég hvet til þess að við hittum þessa aðila sem fyrst. Takk. Fleiri sem vilja taka til máls? Það kveður sér engin hljóðs. Ég lít svo á þessum við erum búin að klára það umræðum mál 30 og 31 svona í einu samhengi hér. Þá er það mest til kynningar, það er mál nr. 32, það er bréf vegna fjölgunar meindýra á svæðinu. Þetta er úr fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar og til þess að skýra nánar út hvert svæðið er í titlinum, þá er þetta Suður á Mýrum í nágrenni við urðunarstaðinn í Fíflholti. Hvers vilja ræða þetta mál? Það kveður sér engin hljóðs. Þá er næst mál nr. 33, það er haustþing SSVAF. Það liggur hér fyrir dagskrá haustþings Samtaka sveitarfélaga sem verður haldið út í Ólafsvík 25. september næstkomandi. Hlutur sem vilja taka til máls hér. Það kveður sér engin hljóðs. Og þá er næst mál nr. 34, það er boðað á 4. haustþing Fjórðungssambands Vestfirðinga og Vestfjarðastofu, þar sem Dalabyggð er boðað að sitja haustþingið sem fram fer 25. og 27. október næstkomandi. Hvers vilja ræða það? Kveður sér engin hljóðs. Þá er næst mál 35, það er fjármálaráðstefna sveitarfélaga. Hún fer fram 3. og 4. október næstkomandi. Hvers vil taka til máls hér? Þá er mál nr. 36, það er skýrsla frá sveitarstjóra. Það liggur fyrir fundinum minnisblað. Ræða skýrsluna eitthvað, Kristján? Þá er formlegum fundi í upptöku er lokið. Þá erum við kannski slökkum upptökunni, þá minni ég á að næsti sveitarstjórnarfundur er fimmtudaginn 10. október. En þá slökkum við upptökunni og tökum til afgreiðslu mál sem eru þörf í trúnaðarbók sveitarstjórnar.